með framkvæmdastjórn og fjármálastjórn sveitarfélagsins. En frá sameiningunni 1994 hafa 5 einstaklingar gegnt embætti formanns bæjarráðs, en aðal- og varamenn auk áheyrnarfulltrúa sem setið hafa bæjarráðsfundi eru að sjálfsögðu talsvert fleiri. Jónína Sanders var fyrsti formaður bæjarráðs í sameinuðu sveitarfélagi, hún situr hér í salnum, og sat hún í 8 ár eða frá 1994 til 2002. Böðvar Jónsson tók síðan við á árinu 2002 og sat í 9 ár eða til ársins 2011. Gunnar Þórarinsson var formaður frá 2011 til 2014, en þá tók Friðjón Einarsson við og sat til loka síðasta árs eða í rúm 9 ár. Sú sem hér stendur er því 5. formaður bæjarráðs Reykjanesbæjar og tók ég við formennsku í janúar á þessu ári. En svo langar mig að nota þetta tækifæri og þakka þeim sem setið hafa í bæjarráði fyrir þeirra störf í þágu íbúa til þessa. Á herðum okkar hvílir mikil ábyrgð sem við vitum að við þurfum að fara vel með því þau varða hagsmuni okkar allra. En mig langar líka að þakka bæjarstjóra fyrir hans óeigingjarna starf í þágu sveitarfélagsins og færa starfsfólki hér þakkir fyrir þeirra mikilvægu störf. Við sem búum hér í Reykjanesbæ höfum svo sameiginlega borið ábyrgð á því að hér hefur verið byggt sterkt, traust, samheldið og vingjarnlegt samfélag á síðustu 30 árum, eins og myndbandi sem við vorum að ljúka við að horfa á ber merki. Ég óska þess að okkur beri gæfa til að halda þeirri vegferð áfram og sýna hvert öðru virðingu og kærleika og vera stolt af samfélaginu okkar hér í Reykjanesbæ. Að lokum vil ég svo bara segja þetta, því það er gott að minna okkur á staðreyndir okkur sjálf, því við eigum það til að sjá ekki okkar helstu kosti þegar við horfum í spegilinn. Með samtakamætti okkar allra þá er staðan hjá okkur þannig núna að velferðarmálin eru í góðum og öruggum höndum hjá starfsfólki okkar, hvort sem litið til barna eða fullorðinna. Heilbrigðismál hafa tekið stakkaskiptum hér á svæðinu og aðgengi okkar að grunnþjónustu er orðið allt annað en það var fyrir nokkrum árum. Íþrótta-, tómstunda- og æskulýðsstarf blómstrar. Við erum með öflugar menntastofnanir á öllum skólastigum, þar með talið Háskólabrú, sem hefur gefið mörgum tækifæri sem voru ekki til staðar hér á árum áður. Mikil gróska í menningarmálum og margar áhugaverðar hugmyndir að gerjast í þeim málaflokki. Fjölbreytt uppbygging út allan bæ eins og við sjáum, hvort sem litið til íbúðahúsnæðis, stofnana eins og hjúkrunarheimilis, leik- og grunnskóla eða íþróttamannvirkja, nýsköpun og atvinnuuppbygging alveg í fullum gangi, en fjölmörg fyrirtæki bæði heimafólks og annarra innlendra og erlendra aðila með fjölbreytta starfsemi eru hér ýmist nú þegar byrjuð að blómstra, að byggja upp starfsemi eða að ganga frá lausum endum í samkomulagi við sveitarfélagið, svo ekki sé minnst á uppbygginguna á Keflavíkurflugvelli og í flug- og hafntengdum greinum á svæðinu. En eins og þið heyrið, þá hefur ótrúlega margt gerst á síðustu árum og við getum verið stolt af okkur hérna sjálfum og því sem hefur verið gert. Og hér stöndum við frammi fyrir ótrúlegum tækifærum á næstu árum og framtíð okkar er svo sannarlega björt. Til hamingju með daginn. Kæra þakki fyrir þetta. Orðið er laust fundargerð bæjarráðs. Hér hefur enginn óskað eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkja þetta fundargerð bæjarráðs frá 7. júní síðastliðnum vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Þá tökum við fyrir mál nr. 2 fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. júní og eins og hér oftast áður eru fundarliðir sem samþykkja þar sérstaklega og byrja forseti á að lesa þá liði upp. Það er mál nr. 9, Hafnargata 27a fyrirspurn. Hún er hér opin til umræðu. Það hefur enginn hvatt til hljóðs. Þeir sem samþykkja þetta mál nr. 9 vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Mál nr. 10, Hafnargata 6-8 fyrirspurn lóð og skipulag er hér opið til umræðu. Hér hefur enginn hvatt til hljóðs. Þeir sem samþykkja þetta mál nr. 10 vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.
Nú mál númer 11 Heiðargil 8 gistiheimili umsögn hér síðasta sérstaka málið opið til umræðu. Svo ekki þessi samþykkt geta málið vinsamlegast gefið þess merki. Það samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Orðið laust fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs að öðru leyti. Nú forseti vill koma hérna örsnöggt inn á það bara almennt hvað mikið í gangi í sveitarfélaginu okkar, en í máli númer 1 sem heitir umferðarmál, hönnun og framkvæmdir má sjá tillögur og hugmyndir gatnaframkvæmdir allt sveitarfélagið og má nefna það framkvæmdir við svokallað demantasvæði við flugstöðina, uppbyggingu hverfa líkt og í Hlíðahverfi, í Dalshverfi 3 og í Ásbrú. Við þessa framkvæmdir þurfum við að tryggja góðar tengingar fyrir umferðina, sér í lagi aukningu hringtorga og að tryggja umferðaröryggi íbúa. Umhverfis- og skipulagsráð bókar þarna vegna stærri verkefnisins þarf að huga áfangaskiptingu þess og leggur auk þess áherslu á mikilvægi trygga tengingar Reykjanesbrautar við Reykjanesbæ og vinna þurfi hratt og örugglega að málinu. Við erum svo að fara að auglýsa rammahluta aðalskipulag fyrir Ásbrú, auglýsa deiliskipulagstillögu fyrir hluta Skógarhverfis og Grænásbrautar á Ásbrú sem ber með sér 104 nýjar íbúðir, þá fjölbýlishúsa íbúðir og raðhús. Einnig að farast að auglýsa skipulagslýsingu og vinnslutillögu að Dalhverfi öðrum áfanga þar sem markmiðið að auka framboð á sérbýli á hentugum svæðum innan sveitarfélagsins. Auglýst verður einnig vinnslutillögu fyrir breytingu á aðalskipulagi á svæði við Aðaltorg og að lokum verið að fara að auglýsa deiliskipulagstillögu fyrir Grófina og Bergið í Keflavíkurhverfi Reykjanesbæjar. Það vissulega mikil og áhugaverð uppbygging framundan hjá okkur í Reykjanesbæ, en orðið ennþá laust og það hefur enginn hvatt sér hljóðs. Þeir sem samþykkt geta fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. júní vinsamlegast gefið merki og það samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Afsakið kæru gestir, forseti með sumarkvef eins áhugalaust og það en þá erum við komin hér að fundalið 3 erindisbréf ungmennaráðs. Forsetanefnd Reykjanesbæjar sem samastendur af forseta bæjarstjórnar og 2 varaforsetum hefur fundað með bæjarlögfræðing Reykjanesbæjar, umsjónarmanni ungmennaráðs auk íþrótta- og tómstundafulltrúa til að setja saman erindisbréf ungmennaráðs Reykjanesbæjar. Erindisbréf ákveðið stefnuplagg sem ráðið vinnur eftir líkt og öll önnur ráð Reykjanesbæjar. Í erindisbréfinu útlistað hvernig valið fulltrúi í ráðið en forseti vill hrósa þeirri flottu uppsetningu sem þar lögð til. Þar segir í 2. grein öll ungmenni á aldrinum 13 til 20 ára sem eiga lögheimili í Reykjanesbæ eru kjörgengi í ungmennaráð Reykjanesbæjar. Ráðið skal skipa 25 fulltrúum en þar af eru 10 fulltrúar kosnir í stjórn ungmennaráðs. Stjórnin skipuð fyrir 1. september ár hvert og heldur sæti sínu í ráðinu til 31. ágúst af ári liðnu. Hinir 15 fulltrúarnir eru skipaðir eftir umsóknarferli, en skipunarferli á hverju ári skiptist þannig að alls eru 7 fulltrúar frá hverjum grunnskóla Reykjanesbæjar kosnir af nemendum skólana, 1 fulltrúi kosinn frá nemendafélagi Fjölbrautaskóla Suðurnesja, 1 frá unglingaráði Fjörheima, 1 frá húsráði 88 hússins og 5 fulltrúar ungmenna eru kosnir af stjórn þar sem að öll ungmenni á aldrinum 13 til 20 ára gefst kostur á að bjóða sig fram. Nú stjórnin sér að velja þessa umrædda 5 fulltrúa nafnlaust með jafnræði og hagsmuni ráðsins í huga við valið sem svo sannarlega til eftirbreytni og tryggir að hæfustu einstaklingarnir komist í ráðið. Nú að lokum var einn ákveðið að breyta aldursbilinu. Það var áður, ef forseti man rétt, 14 til 18 ára en við settum núna 13 til 20 ára að tillögu ungmennaráðsins. Orðið laust erindisbréf ungmennaráðs. Það hefur enginn hvatt sér hljóðs. Þeir sem samþykkt geta erindisbréf vinsamlegast gefið þess merki og það formlega samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú þá erum við komin í mál málanna, mál nr. 4, samþykkt meðhöndlun úrgangs nr. 426 frá 2005, síðari umræða, úrsögn. Hér þessi samþykkt lögð fram til bæjarstjórnar og lagt til að við segjum okkur frá þessari samþykkt og sama tíma við samþykjum nýja samþykkt sem hér næsti fundaliður á dagskrá, en orðið laust fyrri samþykktina. Og hér hefur enginn þorað að kveðja sér hljóðs, þeir sem samþykkt geta fyrri samþykktina. Það samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú, hér strax á eftir eru komin að fundalið 5, samþykktu meðhöndlun úrgangs síðari umræða. Ekki hafa áhyggjur ef þið eru ringlu, við vorum það líka mjög mikið síðast, en þið getið hort á síðasta fund bæjarstjórnar til að fylgjast með því.
Hér að ræða nýju samþykktina sem tekur við af samþykkt nr. 426 frá 2005, en hún hefur áður fengið umfjöllun hér í bæjarstjórn og hefur einnig farið fyrir umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti sem hefur yfirfarið hana. En markmið samþykktarinnar að stuðla að því að meðhöndlun úrgangs í Reykjanesbæ valdi sem minnstum óæskilegum áhrifum á umhverfið, ásamt því að stuðla að endurnotkun, endurnýtingu og að efla góða þjónustu við íbúa. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar fer með ákvörðunarvald og ábyrgð á þeim málefnum sem snúa að meðhöndlun úrgangs í sveitarfélaginu, en umhverfis- og framkvæmdasvið fer með daglega yfirstjórn. Orðið er laust nýju samþykktina, kæru bæjarfulltrúar, og það hefur enginn hvatt sér hljóðst þess að samþykkt geta hana vinsamlegast gefið þess merki og hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin að máli nr. 6, húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar 2024 til síðari umræðu. En húsnæðisáætlunum í eðli sínu er ætlað að draga fram mynd af því hver staða húsnæðismála er í hverju sveitarfélagi fyrir sig, greina framboð og eftirspurn eftir margvíslegum húsnæðisformum og setja fram áætlun það hvernig sveitarfélagið ætlar að mæta húsnæðisþörf heimilanna, bæði til skemmri og lengri tíma. Meginmarkmið með gerð húsnæðisáætlana er því að stuðla að auknu húsnæðisöryggi heimila. Í húsnæðisáætlunum má finna forsendur fyrir framtíðar mannfjöldaspá, lýsingu atvinnuástand á svæðinu og þar er greint íbúða þörf, bæði í lágspá, miðspá og háspá til ársins 2033. Þarna koma fram markmið sveitarfélagsins varðandi íbúðauppbyggingu og einnig tilgreint mikilvægi íbúða fyrir fatlað fólk í sveitarfélaginu, en hér í fyrra voru byggð 7 hús í Reykjanesbæ og gert er ráð fyrir byggingu 7 til viðbótar á næstu 2-3 árum. Að lokum má þarna sjá markmið sveitarfélagsins í lóðamálum og fjölda íbúða í byggingu hverju sinni. En orðið er laust húsnæðisáætlunina. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðst þeir sem samþykkt geta húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar 2024 vinsamlegast gefið þess merki og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Afsakið. Þá tökum við fyrir hér mál nr. 7, kosninga til 1 árs samkvæmt samþykkt stjórn Reykjanesbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar nr. 622 frá 2019. Bæjarstjórn kýs í nefndir og ráð Reykjanesbæjar til 4 ára í senn, þannig að hér á bara við kosning forseta, varaforseta, kosning til bæjarráðs og kosning til skrifara og varaskrifara, en allar þessar kosningar gilda í 1 ár. Við hefjum hér kosningu forseta bæjarstjórnar og varaforseta samanber 15. grein bæjarmálasamþykktar Reykjanesbæjar og óska forseti eftir tilnefningu forseta bæjarstjórnar. Hér er komið fram tillaga Guðnýju Birnu Guðmundsdóttur sem forseta bæjarstjórnar. Eru aðrar tillögur? Svo er ekki og telst hún því sjálf kjörin. Forseti óskar eftir tillögum 1. og 2. varaforseta. Hér hefur komið upp tillaga Bjarna Pál Tryggvason sem 1. varaforseta og Guðberg Reynisson sem 2. varaforseta. Eru hér aðrar tillögur? Svo er ekki og teljast þeir því sjálf kjörnir. Þá höldum við áfram og hefjum hér kosningu skrifara og varaskrifara bæjarstjórnar samanber 16. grein bæjarmálasamþykktar Reykjanesbæjar og óska forseti eftir tilnefningu 2 skrifara bæjarstjórnar. Tillaga hefur komið upp Díönu Hilmarsdóttur og Helgu Jóhönnu Oddsdóttur. Eru hér aðrar tillögur? Svo er ekki og teljast þær því sjálf kjörnar. Forseti óskar eftir tillögum 2 varaskrifara bæjarstjórnar. Tillaga hefur komið upp Valgerði Björk Pálsdóttur og Guðberg Reynisson. Eru aðrar tillögur? Svo er ekki og teljast þau því sjálf kjörin. Að lokum óskar forseti eftir tilnefningu 5 aðalmenn í bæjarráð samanber 44. grein bæjarmálasamþykktar Reykjanesbæjar. Eru aðrar tillögur? Svo er ekki og teljast þau því sjálf kjörin. Orðið er annars laust kosninga til 1 árs. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðst þeir sem samþykkt geta kosninga til 1 árs samkvæmt samþykkt stjórn Reykjanesbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar nr. 622 frá 2019. Það er samþykkt að öllum greiddum atkvæðum. Kæru bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og góðir gestir. Höfum við farið í fyrri dagskrárliði bæjarstjórnar sem
er það sem við gerum alla jafna, en hér tökum við stutt hlé í 10-15 mínútur og þið getið farið og fengið ykkur kaffi og köku og veitingar. En bæjarstjórnarfundurinn verður öðruvísi og eilítið skemmtilegri hér eftir hlé, þar sem við byrjum á ávarpum frá fyrrum bæjarfulltrúum Reykjanesbæjar. Forseti tekur hér fundarhlé 10 mínútur.
velkomin aftur, kæru gestir og bæjarfulltrúar, bæjarstjóri. Við erum hér komin í 8. fundalið bæjarstjórnar og líkt og ég lofaði hér áðan, þá verður þetta aðeins skemmtilegra hér eftir. En við höldum hér ótrauð áfram með 30 ára afmælisfund bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. Hér ætlum við að fá 3 fyrrum bæjarfulltrúa til að ræða þeirra fyrri störf og fleiri skemmtilega atriði og ætlum við fyrst að fá hana Björk Guðjónsdóttur hér upp á svið til að ræða við okkur. Og meðan þú labbar hérna upp, Björk mín, þá ætlum ég að segja aðeins frá þér. En Björk var hér í bæjarstjórn Reykjanesbæjar frá árinu 1990, fyrst í bæjarstjórn Keflavíkur og síðar í Reykjanesbæ og var forseti bæjarstjórnar frá 2002 til 2010. Björk var einnig alþingismaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn í Suðurkjördæmi frá 2007 til 2009 og höfum gaman að hitta þig, Björk mín, og takk fyrir að koma til okkar hérna í dag og gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir góðir gestir. Það mikill heiður að fá að standa hér á þessum degi, 11. júní, á 30 ára afmæli Reykjanesbæjar og fá að segja nokkur orð í því tilefni og þakka ég fyrir það. Sem bæjarfulltrúi til margra ára hef ég haft tækifæri til að fylgjast með þróun og vexti sveitarfélagsins og óhætt að segja að á þessum 3 áratugum hefur náðst ótrúlegur árangur. Þegar Reykjanesbær var stofnaður stóðum við frammi fyrir ýmsum áskorunum, en með sameiginlegu átaki, sterkri samstöðu og framsýni hefur verið byggður upp bær sem bæði sterkur og líflegur. Við höfum séð stórar breytingar á mörgum sviðum eins og til dæmis atvinnulífs, menntunar og menningar, svo eitthvað sé nefnt. Mér finnst reyndar ótrúlegt að það skuli vera liðin 30 ár frá sameiningu. Þetta eins og þetta hafi gerst í gær, sem enn og aftur segir manni að tíminn æðir áfram. Sameiningin var auðvitað stórt mál og mjög stórt skref sem tekið var í minni tíð sem bæjarstjórn. Margt minnisstætt frá þessum tíma, en það líka margt sem gerðist sem hefur fallið í gleymskuna bara svona eins og gerist. Í bæjarstjórn á þessum tíma í Njarðvík, Höfnum og Keflavík var margt minnisstætt fólk sem hugsaði stórt og var ákveðið í að þessi sameining skyldi ná fram að ganga og höfðu þá trú að það væri það besta fyrir íbúana og svæðið í heild sinni. Ég vil sérstaklega minnast mætra manna sem voru oddvitar í sínu sveitarfélögum og eru nú allir fallin frá. Það voru þeir Björgvin Lúthersson oddviti í Höfnum, Ingólfur Bárðarson oddviti í Njarðvík og Ellert Eiríksson bæjarstjóri í Keflavík og fyrsti bæjarstjóri sameinaðs sveitarfélags. Sameinuð verðum við sterkara sveitarfélag, það var sannfæring þeirra. Blessuð sé minning þessara framsýnu manna. En á mínu 20 ára ferli sem bæjarfulltrúi fengum við annað stórt mál í fangið. Það var þegar herinn fór á landi brott. Það var áfall þrátt fyrir einhver merki að það gæti verið að raungerast. Það voru erfiðir tíma fyrst til að byrja með, en það má segja að brotthvarfið hafi opnað dyr og ný tækifæri. Margt sem gert var í kjölfar brotthvarfshersins til að minnka atvinnuleysi, til að nýta mannvirki og bara til að skapa eitthvað nýtt, margt af því tókst mjög vel. Það voru margar hugmyndir á lofti verkefni en auðvitað gekk ekki allt eftir. Hins vegar eru mörg verkefnina sem hrint var af stað á þessum tíma enn að þróast og hafa þurft til þess tíma. Ég nefni sem dæmi verkefni sem á borði Kadeco og þá má líka nefna Keili, miðstöð vísindafræða og atvinnulífs. Það verkefni hefur skipt sköpun fyrir margt fólk á öllum aldri af öllu landinu sem fengu tækifæri sem annars staðar voru ekki í boði til að mennta sig. Góðir hlutir gerast hægt, segir einhvers staðar, og það held ég að sé algjörlega raunin með þróun svæðisins. En sameiningarferli hefur algjöra sérstöðu í mínum huga vegna þess að sameining þessara sveitarfélaga kom tilfinningarlega við alla íbúa svæðisins. Fólk hafði gríðarlega sterkar skoðanir og sannarlega voru ekki allir sammála hvernig best væri staðið að þessu
og eðlilega margir sem voru algjörlega á móti allri sameiningu. Margir fundir voru haldnir í öllum kjörnum þar sem stærstu áhyggjur íbúanna af sameiningunni komu fram. Áhyggjurnar voru eins og þessar. Verður nýja sveitarfélagið látið heita Keflavík? Hvað með íþróttafélögin? Verða þau sameinuð líka? Mun Keflavík verða allsráðandi? Mun Njarðvíkurnafnið detta út? Hvar verða bæjarskrifstofunar? Verður öllu sagt upp á bæjarskrifstofunum í Njarðvík? Fólk var mjög æst. Oftast réðu tilfinningar fólks hvaða afstaða tekið maður til málefna og því ekki alltaf byggðar á rökum. Og sumir hótuðu að flytja burt af svæðinu ef fyrri hluti nafnsins yrði ekki tengdur Keflavík og síðari hluti Njarðvík. Já, þetta var alls konar. En þetta var allt ofurskiljanlegt. Öllum þótti vænt sitt bæjarfélag, hvort sem það voru íbúar Hafna, Njarðvíkur eða Keflavíkur, og vildu hag síns sveitafélags sem mestan í sameiningunni. Og auðvitað að geta stutt sitt íþróttafélag áfram. Mjög mörgum Keflvíkingur þótti ekki annað koma til greina en að nýja sveitafélagi fengi nafnið Keflavík og færðu þau rök fyrir því að það væri vel markaðssett bærinn sem tónlistin gerði frægan. Alveg ágæt rök, en það hefði bara aldrei gengið upp. Þetta var allt saman háalvarlegt á sínum tíma, en núna, 30 árum síðar, alveg hægt að hafa gaman að þessu. Það verður að segjast eins og að byrjunin var heldur brött og þurfti að kjósa tvisasinnum í nafnamálinu, en allt fór vel að lokum. Mér finnst gaman að líta öxl og rifja þetta upp núna, 3 áratugum síðar, því nú vitum við að við búum í Keflavíkurhverfi, Njarðvíkurhverfi eða Höfnum. Við vitum að á endanum fluttu bæjarskrifstofur á Njarðvíkur til Keflavíkur en engu var sagt upp. Mesta íbúafjölgun og uppbygging hefur verið í Njarðvíkurhverfi. Ekki síst vitum við að ekkert breyttist með íþróttafélögin og ég held að enginn hafi látið hótanir standa varðandi brottflutningasvæðinu. En tími líður og ýmislegt getur ennþá breyst. Ef hægt að segja að ég sé fyrsta kynslóð Reykjanesbæjar og dóttir mín önnur kynslóð, þá 15 ára dóttir mín þriðja kynslóð og hún æfir fótbolta. Nú æfir hún og keppir með sameinuðu liði Keflavíkur og Njarðvíkur og finnst það bara æðislegt. Þessi þriðja kynslóð ekkert að velta sér upp úr því að hér hafi verið sameining fyrir 30 árum síðan. Ef þau þá vita það, enda þeim slétt sama. Þeim finnst þetta bara fínt eins og það Reyndar eru íþróttafélögin í Garði og Sandgerði einnig í þessum sameinaða liði. Kannski það byrjunin á stærri sameiningu, hver veit. Þetta ferli allt saman var ekki auðvelt og fyrstu árin voru allir á tánum ef svo má segja. Því ekki mátti hygla einum og kostna annars. Það var vel fylgst með verkum bæjarstjórnar hvað það varðaði. En bæjarstjórn bar gæfa til að standa saman þegar á bátinn gaf og aldrei kom til stóra átaka að einhverjir bæjarfulltrúar hlypu frá borði. Sameiningin var gæfuspor fyrir þessi sveitarfélög og í dag held ég að enginn vilji hafa þetta öðruvísi. Neikvæðu raddirnar eru þagnaðar. Á 17. júní árið 2014 og 20 ára afmæli Reykjanesbæjar var ég þess heiðurs aðnjótandi að vera ræðumaður dagsins. Ég sagði þá að það væri mín skoðun að löngu væri tímabært að sameiningar á Suðurnesjum væri fleiri og stærri. Ég þeirra skoðunar á Suðurnes að vera eitt sveitafélag. Allt lítur út fyrir að hér sé mikið af góðum hlutum að gerast og framtíðin fyrir svæði björt, þrátt fyrir eldgos og hörmungar sem þeim fylgja. Við höfum gengið í gegnum ýmsa erfiðleika hér á Suðurnesjum í gegnum tíðina. En allan daginn munum við vera sterkara sameinað sveitafélag með rödd sem hlustað á. Í kjölfar sameiningar opnuðust fleiri möguleikar í ýmsum málaflokkum, þar með talið í menningarmálum. Umræða menningarmál á bæjarstjórnarfundum fór að taka meira pláss en áður.
Smátt og smátt fór menningarlífið í nýju sveitarfélagi að verða meira og stærra. Enda er menning ómetanlegur þáttur í lífi fólks og samfélaga. Það er gömul saga og ný. Menningi mótar sjálfsmynd okkar og samfélagsins ef við viðhöldum henni og tryggjum með því að saga okkar gleymist ekki og að framtíðarkynslóðir fái notið hennar. Að viðhalda menningu kostar samfélag, fórnir og peninga. Mjög margt gott hefur gerst í menningarmálum í þessu sveitarfélagi á síðustu 3 áratugum. Og maður skynjar það mjög vel að íbúa hér eru ánægðir með þá þróun. Menningarhúsin okkar skipa stóran sess í menningarlífinu. Dúshúsin koma svo mjög sterkt inn í menningarlíf svæðisins og á svo margan hátt. Eins með þetta fallega hús sem við erum stödd í núna þar sem tónlistin er ríkjandi. Með tónlistarskólann og rocksafnið í forgrunni. Tónlistin sem kom Keflavík á kortið er hluti af sjálfsmynd okkar. Menningin er límið sem heldur samfélögum saman og gerir líf okkar ríkara. Það borgar sig oft að hlusta á samfélagi, gleymum því aldrei. Að lokum óska ég Reykjanesbæ til hamingju með 30 ára afmælið og vona að næstu 30 ár verði jafn gæfurík og þeir fyrri og bæjarstjórn óska ég velfarnaðar í sínum mikilvægu störfum. Takk. Kærar þakkir fyrir þetta, Björk. Nú næst fáum við fyrrum bæjarfulltrúa sem er ekki svo langt síðan hann var hérna hjá okkur, hann Friðjón Einarsson. En hann Friðjón okkar var oddviti Samfylkingarinnar í 13 ár, var bæjarfulltrúi árið 2010 og sat í bæjarstjórn í 14 ár, þar af tæp 10 sem formaði bæjarráðs. En hann hætti hjá okkur síðustu áramót og gott að sjá þið aftur minn kæri og gjörðu svo vel. Frú forseti, herra bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og góðir gestir, gaman að vera með okkur á þessum degi. Maður gæti nú sagt margar skrýtnar sögur frá þessum tíma. Ég veit ekki hvort að það þola allt dagsljósið, en ég ætla að lofa því að vera kurteis og ég hef fylgst lengi með stjórnmáli þegar ég ákvað loksins að taka skrefið til fulls og taka þátt í prófkjöri Samfylkingarinnar í Reykjanesbæ veturinn 2010. En byrjunin var á Ísafirði, eins og margir aðrir sem hafa komið hingað til Reykjanesbæjar og sagt á Ísafirði að við sendum besta fólki frá Ísafirði til Reykjanesbæjar til að hjálpa Suðurnesjamönnum. Og ég endaði hérna, en ég byrjaði 10 ára og skottaðist með pabba mínum í sveitarstjórnarkosningum á Ísafirði og studdi Sjálfstæðisflokkinn. Þetta hefur aldrei viðurkennt áður en það var nú bara þannig. Pabbi var sjálfstæðismaður eins og allir aðrir í fjölskyldunni. En 1968 þá fluttum við frá Ísafirði og ennþá elti ég pabba og hélt áfram í kosningabaráttunni, Alþingis- og sveitarstjórnarkosningum í Reykjavík. Þetta væri örugglega kallað innræting í dag ef þetta væri gert. En 1972 þá urðu kaflaskil. Ungi maðurinn frá Ísafirði fór í menntaskólann við Tjörnina og heillaðist að hippatímabilinu. Birds og Woodstock, Cream, Led Zeppelin, Deep Purple. Frjálsræði var mikið í skólanum, fullt af hippum og mæting yfirleitt mjög léleg. Stundum var betra að fá 4 í einkunn en 6. Þarna voru foringjar í skólanum sem ungi maðurinn heillaðist af, Ingibjörg Sólrún, Friðrik Friðriksson, Einar Kára og fleiri. Reykt var í frímínútunum inn í skólanum, sígarettur seldar í Stykkjadali, í sjoppunni og stundum var pélinn tekin upp seinnipart dagsins. Þetta er kannski ekki alveg til fyrirmyndar en svona var þetta og þið segir náttúrulega engum frá því. En þetta hafði mikil áhrif á unga mann og nú var það fylkingin sem hann kaus. Ég sem sagt kaus fylkinguna og endaði svo í kvennalistunum
keypti mér gamla Álafossúlpu, skólataskan var á öxlinni, notuð og litlaus föt, það var þetta sem skipti öllu máli. Trotski og marxinisti og mamma í áfalli yfir þessari tísku og þessum lífstíl. En lífið tekur yfir, menntun og búskapur og vinna og alvaran einhvern veginn tók yfir lífi hjá manni og maður hætti að hugsa mikið pólitík. Það voru bara börn. En 30 árum síðar þá gerðist það að ég hitti unga konu, Sólveigu Guðmundsdóttir, sem ég féll alveg virkilega flatur fyrir og ekki var hægt að snúa tilbaka og ég endaði í Keflavík. Ég ætlaði aldrei að koma hingað. En hafandi búið í Noregi í 3 ár, Bretland í 2 ár, Luxemburg í 5 ár og Ameríku í önnur 2, þá hef ég alltaf endað hérna og hérna finnst mér best að vera og hérna ætla ég að vera. Eini gallinn við Sólveigu að hún er frænka Kjartans bæjarstjóra og þau eru erfið saman. Þegar ég kom hingað þá var ég svo heppinn að byrja að vinna hjá bænum. Ég var framkvæmdastjóri hjá Reykjanesbæ, en þá var bæjarstjóri Ellert Eiríksson. Hann reyndist mér mjög vel alveg til æviloka, leitaði mikið til hans og við erum mjög góðir vinir. Við söknum hans. Síðar meir þá var ég framkvæmdastjóri hjá Festu lífeyrissjóði og svo stóra stökkið var ég útrásarvíkingur í Kaupþingi Luxemburg og Belgíu. Það var mikið ævintýri. Ég flutti heim, vissi ekki hvað þetta gerir með líf mitt. Gamall bekkjarbróðir minn úr grunnskóla og háskóla, Árni Sigfússon, orðinn bæjarstjóri og mikla erfiðleika voru í fjármálum Reykjanesbæjar, meðal annars brottför hersins og fjármálahrunið. Árni var mikill leiðtogi, stóra hugmyndir sem ekki höfðu alveg gengið eftir á ýmsum ástæðum. Það var þá sem ég ákvað að bjóða mig fram og fór í Samfylkinguna og ég man að ég fékk skeyti frá Ísafirði, hvort þetta væri örugglega þessi Friðjón sem var að bjóða sig fram. Það hefði enginn farið úr fjölskyldunni minni yfir til vinstri og þeir héldu þetta væri einhver annar. En þetta endaði nú allt ágætlega og við tókum mjög erfiður tími að undirbúa kosningar, en þar voru góðir menn með eins og Eysteinn Eyjólfsson og margir fleiri sem hjálpuðu og gerðu þetta allt auðveldara. Kosningarnar voru mjög erfiðar 2010 og ennþá erfiðari kannski 2014. Facebook er komið til lífsins, mikið persónulegt skítkast, þar sem allir stuðningsmenn höfðu sig frammi. Gott var að vera með harðan skráp og þakkaði oft fyrir það að vera orðinn 50 þegar ég byrjaði í pólitíkinni, 55, og taka þessu ekki alvarlega. Og ég man að við hittum nokkrum sinnum á þessum tíma, ég og Árni Sigfússon, til að ræða það hvernig við getum fengið fólk til að vera aðeins kurteisara og hafa ekki svona stór orð. Og það ég kannski hræddasti við til framtíðar fyrir framtíðar unga fólki að fara í pólitík, að það eru milljónir ritstjóra á Facebook sem átta sig ekki á því að þeir særa fólk og þetta geti fælt gott fólk frá pólitík sem væri ansi slæmt. En svona nú bara lífið. Mest áhrifin voru þá á fjölskylduna sem var stundum erfitt að þola og ég vissi ekki alveg hvað ég ætti að gera í þessu, þannig að ég hringdi oft í þetta fólk sem skrifaði svona og bauð þeim heim í kaffi. Flestir þáðu það, en allir sögðu að þetta væri ekkert persónulegt. Það væri skotlyfi á stjórnmálamenn. Þannig að þetta væri bara allt í lagi. En þessi ár voru mjög lærdómsrík og fyrstu 4 árin í minnihluta, þar bar maður litla ábyrgð og kenndi meirihlutanum allt sem aflaga fór, því ég kannast við þetta. Þetta bara þannig. En 2014 þá var ég formaður bæjarráðs og þá tók sóknin við. Mikið samvinna ríkti í hópnum í minn og meirihluta. Við vorum heppin, við fengum Ásbjörn Jóns heitinn sem bæjarritara og Kjartan bæjarstjóra og við tókum mjög erfið ár, mikil vinna en ótrúleg samstaða. Það verður bara að segja, bæði starfsfólk og stjórnmálamenn og ekki síst íbúar bæjarins. Allir einhvern veginn hjálpuðust og skildu að það þurfti að gera hitt og þetta sem ekki allt var skemmtilegt.
En nú ekki stund til að rifja það upp, ég mun gera það einhvern tímann síðar. Árin hafa liðið hratt og margt gerst sem erfitt að skilja. Ég sammála því að tími líður einhvern veginn allt og hratt. Og var ég uppi í bæjarstjórn fyrir nokkrum mánuðum síðan en mér finnst þetta vera heil eilífð. Samhugur allra alltaf í bæjarstjórn ótrúleg og ég get ekki þakka það að ég ber ekki að hvað allir hafa verið jákvæðir í því að vinna fyrir bæinn sinn. Og við gátum rifist eins og hundur og köttur en svo þegar það var búið að þá var fengið sér kaffi og ekkert mál. Oftast var ég kallaður maðurinn á hjólinu. Ég hafði ákveðið í byrjun árs 2014 að heimsækja allar stofnanir bæjarins eins oft eins og ég gæti. Og þóttu mörgum þá of mikil afskiptasemi. Kjartan stundum nefndi við mig Friðjóna. Þetta kannski óþarfi að vera að ræða við fólki út allt sko. En það hjálpaði mér við að skilja taktinn og hug bæjarbúa og starfsmanna. Hvettu ykkur öll til að prófa það. Að vera á hjóli, það gaman. Svo eldist maður aðeins, þannig ég keypti mér mótorhjól og nú get ég farið aðeins hraðar yfir. Og ég kom með þetta mótorhjólinu núna áðan. Gott fólk, nú ég hættur afskiptum af stjórnmálum, komin í gott frí í bili. Sáttu við Guð og menn og ber ekki kala til eins eða neins. Ég hef verið mjög heppinn að vinna með frábæru fólki í stjórnmálum og það ber að þakka fyrir. Ég vona bara að ég hef gert eitthvað gott fyrir samfélagið á þessum 14 árum. Ég man bara það góða í þessu. Ekkert slæmt. Eitt í lokin. Þið sem sitið í bæjarstjórn, lærið að þora að hafa skoðun, lærið að segja nei. Ykkar ábyrgðin, ekki annarra. Það aldrei hægt að gera öllum til hæfis. Treystið ykkar tilfinningu, gerið það sem ykkur finnst rétt og segið alltaf sannleikann, hann alltaf bestur. Til hamingju Reykjanesbær, við verðum alltaf best. Takk fyrir mig. Kærar þakkir fyrir þetta, Friðjón. Nú þá erum við komin að þriðja og síðasta fyrrum bæjarfulltrúanum okkar, hann Guðbrandur Einarsson. En Guðbrandur var bæjarfulltrúi í Reykjanesbæ 2002-10 og svo aftur 2014-22. Þar var hann forseti bæjarstjórnar frá 2015-18 og aftur 2020-22. Hann gerðist svo þingmaður fyrir Viðreisn árið 21 þar sem hann situr og var fram eftir kvöld í gær, heldur fólk á tánum í þinginu. Gjörðu svo vel, Guðbrandur minn. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og ágætu gestir hér í sal. Ég vil byrja á því að þakka fyrir þann heiður að fá að ávarpa fundinn á þessum hátíðisdegi og óska afmælisbarninu til hamingju með daginn. 30 ára sveitarfélag í sjálfu sér ekki gamalt sveitarfélag og má af því tilefni nefna að Keflavík fékk kaupstaðarréttindi árið 1949 og Njarðvíkurkaupstaður fékk sín réttindi 1976. En þrátt fyrir ungan aldur hefur Reykjanesbær reynt ýmislegt á sinni stuttu ævi og inn á borð sveitarfélagsins hafa komið ýmis verkefni sem í mörgum tilfellum hafa verið af öðrum toga en verkefni annarra sveitarfélaga. Það að hafa fengið að vera þátttakandi í talsverðan tíma við mótun þessa samfélags í mínum huga forréttindi. Í gegnum þau störf lærði ég mikið, tókst á við alls konar hluti og kynntist stórum hópi fólks sem ég get með réttlu talið til vina minna. Ég var lengi vel ekkert viss hvort ég hefði yfir höfuð áhuga á þátttöku í sveitarstjórnarmálum þó að ég hafi í gegnum tíðina fylgst ágætlega með á hliðarlínunni. Það breyttist hins vegar árið 1996 því að eftir forsetakosningar sem þá voru haldnar ákvað ég að ganga í stjórnmálaflokk og fara að kynna mér starfsemi þeirra og eðli. Niðurstaðan var sú að ég gekk til liðs við Alþýðuflokkinn og fór að mæta á fundi sem haldnir voru til undirbúnings bæjarstjórnarfundum. Sat þar og hlustaði á bæjarfulltrúana fara yfir málin.
Ég tók síðan sæti á lista í framhaldinu eða fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 1998 og var í framhald af því skipaður í fjölskyldu- og félagsmálaráð Reykjanesbæjar. Sveitarfélagið var á þessum tímapunkti aðeins 4 ára og ýmislegt sem þurfti að takast á við. Að taka síðan sæti sem kjörinn bæjarfulltrúi árið 2002 var spennandi og skemmtilegt en leið krefjandi. Maður fæðist ekki sem bæjarfulltrúi og það mikið að læra ætli maður sér að ná vel utan hlutverk sitt. Þá leiddi listan sem var sameiginlegt framboð Alþýðuflokks og Alþýðubandalags, svokallaður Jóðlisti, Jóhann nokkur Geirdal, sem einnig hafði setið í bæjarstjórn Keflavíkur. Ég lærði mikið af Jóhanni þennan tíma sem við störfuðum saman og það gerði það að verkum að ég treysti mér í framhaldinu til þess að leiða framboðslista sem gerðist síðan í kosningunum þar á eftir eða árið 2006. Ég ákvað einnig að leita til endurskoðanda sveitarfélagsins sem á þessum tíma voru Guðmundur Kjartansson og Anna Birgitta Geirfinnsdóttir til þess að ná utan fjármál sveitarfélagsins og fékk góða leiðsögn hjá þeim. Ég sat síðan í þessu hlutverki til ársins 2010 þegar ég ákvað að stíga út úr pólitíkinni og snúa mér að öðru. Og þennan tíma frá árinu 2002 til 2010 sat ég sem bæjarfulltrúi í minnihluta og það hlutverk var ekki síður lærdómsríkt en það að taka síðan við stjórnartaumunum. Á þessum tíma var oft tekist verulega á grundvallarmál og má til dæmis nefna fasteign sem sett var á laggirnar árið 2003 en einnig átökin í kringum söluna á Hitaveitu Suðurnesja á árinu 2007. Þessi mál voru bæði erfið og ollu miklum ágreiningi, ekki bara í sveitarstjórninni, heldur í samfélaginu öllu. Þeirri umræðu verður væntanlega seint lokið. En brotthvarf hersins árið 2006, eftir 55 ára viðveru hér á landi, hafði auðvitað mikil áhrif á stöðuna hér á Suðurnesjum og það breytti miklu stöðuna fyrir marga á vinnumarkaði. Og auðvitað hafði efnahagshrunið mikil áhrif á okkur eins og aðra landsmenn. En virðulegi forseti, við vorum ekki alltaf í átökum. Á einhverjum tímapunkti datt okkur í hug að stofna hljómsveit sem fékk nafnið Bæjarstjórnarbandið og spiluðum við á ljósanótt í nokkur ár eða þar til að sá bæjarstjóri sem nú situr ákvað að nú væri komið nóg. Það var engin eftirspurn eftir okkur lengur og bannaði okkur að troða meira upp. Það eina sem að honum fannst jákvætt við þetta var að við spiluðum reyndar alltaf frítt. En þetta var skemmtilegt verkefni og þau sem að tóku þátt í að stofna þessa hljómsveit á sínu tíma voru sá sem hér stendur, Árni Sigfússon, þáverandi bæjarstjóri, Kjartan Már Kjartansson sem þá var sitjandi bæjarfulltrúi, Böðvar Jónsson og Sveindís Valdimarsdóttir. Og síðan var meðlimum bæjarstjórnarmannsins skipt inn og út eftir setu í bæjarstjórn hverju sinni og einhverju færni á tónlistarsviðinu. En eitt var alveg víst, við höfðum að þessu gaman og þetta hafði mikil áhrif á persónulegar tengingar okkar á milli í framhaldinu. En að koma aftur eftir 4 ára hlé var auðvitað ákveðin bilun. En ég fékk þá flugu í höfuðið og naut til þess stuðnings frá stórum hópi íbúa. Úr varð fyrirbæri bein leið sem að náði 2 bæjarfulltrúum árið 2014 og á enn bæjarfulltrúa í bæjarstjórn. Þetta seinna tímabil í bæjarstjórninni náði yfir 2 kjörtímabil eins og það fyrra og þar fékk ég að vera hinum megin við borðið í nýjum meirihluta, fékk að stjórna í stað þess að veita aðhald. Og þegar upp var staðið hafði ég setið 325 bæjarstjórnarfundi, náði bronsinu og held því enn að mér skilst. Björk Guðjónsdóttir, sem talaði hér á undan mér, fyrrverandi forseti bæjarstjórnar, hafði mig á sjónamun með 328 bæjarstjórnarfundi og er því silfurhafi í þessu tilfelli.
En Björk, við máttum okkur lítið skakvalt óumdeildu methafa Böðvari Jónssoni sem setið hafði 453 fundi í bæjarstjórn og það met verður væntanlega aldrei slegið. En ágætu bæjarfulltrúar, ég held að það sé engum vafa undirorpið að sameining sveitarfélaganna þriggja var rétt ákvörðun og hefur verið farsæl. Kostnaður við rekstur stjórnsýslu hvers sveitarfélags er mikill og það gaf því augaleið að mikill sparnaður myndi hljótast af því að sameina þessi sveitarfélög sem lágu nánast hvert ofan í öðru. Ég get ekki annað en dáðst að stöðu sveitarfélags míns í dag sem stendur á traustum grunni. Og þrátt fyrir verulegar áskoranir þá hefur tekist að vinna úr þeim og síðasti ársreikningur staðfestir það svo ekki verður umvilst að sveitarfélagið er komið í hóp þeirra sveitarfélaga sem eru í hvað bestri stöðu til að takast á við skuldbindingar sínar. Og svo mikla íbúafjölgun sem hér hefur átt sér stað hefur auðvitað reynt á, en þar hefur starfsfólk sveitarfélagsins unnið þrekraunir oft við erfiðar aðstæður til að láta hlutina ganga upp og veita þá þjónustu sem standa þarf undir. Fjöldi íbúa hefur rúmlega tvöfaldast frá sameiningu og það segir okkur það að hér vill fólk vera. En ég tel hins vegar eðlilegt nú eftir 30 ár að farið sé að skoða frekari sameiningarkosti. Garður og Sandgerði hafa nú sameinast undir nafni Suðurnesjabæjar og sveitarfélagið Vogar hafa verið að framkvæma einhvers konar valkostagreiningar með það í huga að horfa til sameiningar við önnur sveitarfélög. Ég veit að einhver umræða er að eiga sér stað og ég vil leyfa mér að vona að þær umræður leyfi til þess að farið verði í frekari sameiningu sveitarfélaga á Suðurnesjum. Staðan í Grindavík hefur sýnt mér að við hér á Suðurnesjum eigum ekkert í neinu vandræðum með að standa saman og styðja hvort annað með hagsmuni heildarinnar að leiðarljósi og mín von er sú að til verði sameinuð Suðurnes sveitarfélag sem geti tekist á við öll þau verkefni sem þarf að sinna í góðu samfélagi. Sameinuð erum við sterkari. En ágætu bæjarfulltrúar, enn og aftur og að lokum vil ég óska Reykjanesbæ til hamingju með afmælið og þakka ykkur kæru bæjarfulltrúar velfarnaðar í ykkar mikilvægu störfum og sveitarfélaginu velfarnaðar ókomna tíð. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta, Guðbrandur. Nú, forseti vill þakka okkar frábæru fyrrum bæjarfulltrúum fyrir störf þeirra í þágu sveitarfélagsins okkar og fyrir að hafa komið hér í dag til að fagna 30 ára afmæli Reykjanesbæ með okkur. Kærar þakkir fyrir ykkar störf. Nú, þá erum við komin að fundalið 9 ávarpi forseta bæjarstjórnar frá þeirri sem hér stendur, Guðnýju Birnu Guðmundsdóttur. Nú, fyrir 5 árum síðan, þegar Reykjanesbær var 25 ára, stóð umræddur forseti hér einnig, þá sem varaforseti og stýrði hér afmælisfundi. Hér var fullt út úr dyrum þar sem íbúar okkar mætt og fögnuðu með okkur tímamótunum og ég sé að það er mikill og góður áhugi að koma hér saman í dag. Nú, 5 árum síðar hefur margt gerst í okkar samfélagi, bæði í Reykjanesbæ og í landinu okkar, en við kusum okkur nýjan forseta, Hönnu Höllu Tómasdóttur, sem er önnur konan til að gegna því merka embætti, en það eru heil 28 ár síðan að Ísland var síðast með kvenforseta. Nú, við í Reykjanesbæ erum í óformlegum viðræðum sameiningu sveitarfélaga á Suðurnesjum ásamt Vogum og Suðurnesjabæ, en á næstu vikum og mánuðum verður tekin ákvörðun hvort að samtalið þróist í formlega viðræður til fyrirhugaðrar sameiningar eða ekki. Nú, aðstæður nágranna okkar í Grindavík hafa ekki farið fram hjá neinum, en eftir tæplega 800 ára hlé höfum við á Reykjanesi búið við eldgos, jarðskjálfta og eyðileggingu innviða í 3 ár og bráðum 3 mánuði. Bræðrakærleikurinn milli sveitarfélaga hefur sýnt sig á þessum erfiðu tímum, en fjöldi Grindvíkinga hefur flutt hingað til hinna 3 sveitarfélagana og er gott að fá okkur nýja íbúa hér til okkar í Reykjanesbæ og býður forseti þá velkomna. Þessir atburðir munu eflaust fylgja okkur næstu árin, en við erum öflug og búum yfir mikilli þekkingu og við erum úrræðagóð umfram allt, sem sýndi sig með viðbrögðum HS Veitna, HS Orku, með almannavörnum
og okkur góða fólki sem brást við þegar við mistum okkar dýrmætu innviði. Píparasveit almannavarna var mynduð. Hversu stórkostlegt. Eldri menn, löngu hættir að vinna, vanir suðu, komið til aðstoðar til að sjóða saman lagnir ofan á hrauni í fimbulkulda. Þetta eru við, þetta kjarninn í okkur. Við erum sterkur samtakamáttur sem leysir hlutina saman og það kjarni Suðurnesjamanna. Nú forseti ætlar ekki hér að ræða þær aðstæður sem við höfum lent í sem sveitarfélag sem voru og eru efnahagslega neikvæð. Við höfum rætt þau atriði oft og mörgum sinnum. Forseti langar þó að minnast á þá erfiðleika sem við höfum verið og erum að fást við í byggingum Reykjanesbæjar, ekki vegna þess að við ættum að nota afmælisfundinn okkar til að ræða erfiða hluti, alls ekki, heldur til þess að fara við stöðu mála og tækifæri til framtíðar. Við eigum hér 2 frábæra skóla, alls 7 en ég ætla að ræða 2 þeirra, Holtaskóla byggðan árið 1962 ætla ég að byrja á. Við breytingar og uppfærslu skólans mun hann stækka tæplega 2000 fermetra og nemendafjöldi getur aukist 168 sem aukningu 40%. Eflt verður einnig aðgengi skólans og settar upp lyftur og Holtaskóli mun verða heilsusamlegur frábær skóli næstu áratugi. Myllubakkaskóli annar og hann var byggður árið 1952 en við breytingarnar verður skólinn einnig uppfærður en upphaflega skólinn rúmaði tæplega 330 nemendur en stækkunin gerir ráð fyrir 500 eða aukning til framtíðar tæp 50% en Myllubakkaskóli getur með því tekið við uppbyggingunni sem fyrirhuguð á Vatnsnesinu sem gerir ráð fyrir mögulega 150 nemendum. Reykjanesbær einnig að efla leikskóla og að byggja 2 nýja, annan í Hlíðahverfi og hinn í Dalshverfi sem rúma 240 börn en auk þess hefur bæjarstjórn tekið ákvörðun að gamli barnaskólinn okkar við Skólavegi 1 verði nýttur sem lítill miðbæjar leikskóli sem útibú frá leikskólanum í Tjarnarseli. Af hverju forseti á þessu tímabili að koma inn á þessar framkvæmdir hér? En það vegna þess að forseti vill flagga þessum verkefni sérstaklega hér til að íbúar sem hér eru samankomnir eða eru að hlusta á streymið viti hversu mikið grettistak þessi verkefni hafa verið. Starfsfólkið okkar ásamt nemendum hefur verið tvístrað á marga staði sveitarfélagið og vill forseti þakka þeim og þeirra elju á að takast á við þetta verkefni með okkur. Þetta hefur verið erfitt og flókið og umfram allt eins og ríkir stórar og mikla framkvæmdir tekið sinn tíma. Forseti vill einnig minnast á það að það kostar gríðarlega fjármuni að geta að sinna þessum verkefnum og getum við eðlilega ekki framkvæmt annað á meðan. En umfram allt, við munum klára þessi verkefni og þessar byggingar munu verða mikill sómi fyrir Reykjanesbæ, starfsfólki okkar og nemendum, að sjálfsögðu samhliða öllum öðrum flottu skólum okkar leikskólum. En þetta eru forsendur sem við setjum hærra en allt annað. Kæru íbúar, framtíðin okkar í Reykjanesbæ björt. Hér iðar alltaf lífi og grósku og tækifærin orðin áberandi. Samhliða mikilli og hraðri uppbyggingu hvetur forseti fyrirtæki til að koma til okkar og setjast hér að samhliða. Hér eru innviðir góðir og hér búa tæplega 24.000 manns. Við erum einfaldlega langflottust. Og það að skína í gegn loksins að við erum algjörlega frábær, hér gott að búa og tækifærin til staðar. Og kæru íbúar og gestir, forseti stoltur af því að vera frá Reykjanesbæ og hluti af okkar öfluga samfélagi. Við þurfum að trúa því saman að við getum allt, eða langflest, og tökum höndum saman í að byggja hér upp besta bæ á Íslandi fyrir okkur öll og fyrir okkar framtíð. Takk fyrir. Nú, við höldum ótrúlega áfram og þá erum við komin að skemmtilegasta liðnum útnefning á heiðursborgara Reykjanesbæjar. Nú, árið 2016, heilum 12 árum eftir að við mynduðum sveitarfélagi Reykjanesbæ, tilnefndi bæjarstjórn, hann Ellert Eiríksson, tíðræddan hér í dag, sem fyrsta heiðursborgara Reykjanesbæjar. Ellert var bæjarstjóri frá 1994 til 2002 og þar áður var hann einnig sveitarstjóri í Gerðarhrepp frá 1982 til 1990 og sveitarstjóri Keflavíkur frá 1990 til 1994 og var hann því eiginlegu bæjarstjóri Suðurnesja í 20 ár. Hann Ellert nýlega fallinn frá og berum við fjölskyldu hans okkar innilega samúðarkveðjur. Nú, nýlega voru teknar upp uppfæra reglur heiðursborgara Reykjanesbæjar sem samþykkt var í bæjarráði hjá okkur 16. maí og staðfest í bæjarstjórn 21. maí, en þar kemur fram.
Bæjarstjórn er heimilt með einróma samþykkt að útnefna sérstakan heiðursborgara Reykjanesbæjar. Heiðursborgarinn getur hvort heldur verið núverandi eða fyrrverandi íbúi Reykjanesbæjar. Heiðursborgarinn skal heiðraður við hátíðlega athöfn og fær viðkomandi innramað viðurkenningaskjal undirritað af bæjarfulltrúum og bæjarstjóra til staðfestingar. Útnefning heiðursborgara Reykjanesbæjar skal taka mið af störfum viðkomandi einstaklings í þágu bæjarins eða afrekum í þágu lands og þjóðar. Skal sérstaklega litið til þess hvort störf viðkomandi hafi haft verulega jákvæð áhrif á samfélagið. Bæjarstjórn tók fyrir eftir fund sinn í síðustu viku nöfn þeirra sem tilnefnt höfðu verið sem heiðursborgarar en allnokkur nöfn bárust. Þakkar forseti íbúum fyrir tilnefningarnar. Fór svo að tekin var ákvörðun 2 dögum síðar eftir að fulltrúar hefðu fengið umhugsunarfrest og rök með tilnefningunum. Það endaði í hlut bæjarfulltrúa að tilnefna heiðursborgara Reykjanesbæjar en svo fór síðir að ákveðið var í ljósi þess að 2 aðilar þóttu vel að titlinum komnir að ákveðið var að tilnefna 2 heiðursborgara að þessu sinni. Þessi 2 aðilar hafa unnið ötullega í sínum málaflokkum sem í raun eins ólíkir og mögulegt og þar kemur kannski fram afstaða bæjarfulltrúa af hverju svo erfitt var að gera upp á milli þeirra. Það sem við ætlum að viðhafa hér er að forseti mun lesa hér upp nafn fyrsta heiðursborgarans og fá viðkomandi hingað upp á svið til að taka á móti blómum og viðurkenningarskjali frá Reykjanesbæ og viðkomandi fær svo hér tækifæri til að tjá sig og tyllir sig svo hér í sætin. Að því loknu mun forseti fara yfir stutt erindi viðkomandi og að því loknu les forseti síðan upp nafn síðari heiðursborgaran og kolli. Að því loknu þá langar forseti að biðja heiðursborgaranum að sitja hér í smá stund undir síðasta lið í dagskrá bæjarstjórnar sem mál 11 sumarleyfi bæjarstjórnar og þegar forseti lýkur hér formlega fundi þá tökum við myndir af bæjarstjórn og heiðursborgaranum okkar. Fyrri heiðursborgari Reykjanesbæjar er hann Albert Albertsson. Hann Albert er fæddur 30. desember árið 1948 og er uppalinn á Skólavörðuholtinu í Reykjavík. Albert hefur talað að hafa alist upp með sjálfbærni að markmiði allt sitt líf en hann lærði snemma að bera virðingu fyrir náttúrunni og dýrmætum gjöfum hennar. Albert lærði vélaverkfræði frá Háskóla Íslands og fór í mastersnám í Stockholms háskóla. Albert hóf störf hjá Hitaveitu Suðurnesja árið 1977 þar sem hann fór með tæknilega yfirstjórn með virkjun jarðhitans í Svartsengi og gerð hitaveitunar þar sem hann sá að rýna hönnun, rekstur og viðhald mannvirkja sem var kjarninn í hans störfum. Hann starfaði alla sína starfsævi í 45 ár hjá Hitaveitu Suðurnesja og síðar hjá HS Orku. Leiðarljós í störfum Alberts hjá Hitaveitunni var að nýta ætti auðlindirnar, þar að segja grunnvatnið og jarðhitann á ábyrgan hátt og sóa þeim ekki. Þessi stefna ásamt því að fjölnýta auðlindastraumana til að auka nýtingu þeirra án þess að ganga á auðlindaforðann mótaði sýn fyrirtækisins til framtíðar. Þetta hefur einkennt Hitaveituna frá upphafi og skapað henni fyrirmyndar orðspor bæði hér heima og erlendis. Eðli starfsins krafðist þess að starfsemi Hitaveitunar yrði skipulögð til langrar framtíðar. Fyrir rúmum 30 árum síðan setti Albert fram eins konar tillögu sem hann kallaði auðlindagarðshugsun sem hefur yfirskriftina samfélag án sóunar. Kjarni auðlindahugsunar er að jörðin sé heilög og ómetanleg og því ber okkur að umgangast hana og auðlindir hennar af ábyrgð,
Manninu ber að nýta auðlindir jarðar á sem hagkvæmastan hátt og sóa þeim ekki. Úrgangur og afföll eins fyrirtækis getur reynst dýrmætt hráefni fyrir annað, nýta verður auðlindirnar á sjálfbæran hátt og endurnýta alla hluti sem unnt er. Af þessari hugsun spratt svo auðlindagarður HS Orku sem er víðfrægur í dag og er í grennd varmaverana í Svartsengi og Reykjanesi. Þar eru allnokkur fyrirtæki sem eiga það sameiginlegt að nýta affall frá varmaveranum sem hráefni sem þau nýta til útflutnings. Auðlindagarðar og hugsunin að baki þeim hefur fest rætur sína dyggilega á Íslandi og erlendis, en Albert hlaut fálkaorðu forseta Íslands árið 2018 fyrir framlag sitt á vettvangi jarðhitanýtingar. Að sögn Alberts hefur hann bara verið eitt lítið tannhjól í flóknu klukkuverki Hitaveitu Suðurnesja og síðar HS Orku. Til hamingju Albert og kærar þakkir fyrir framlag þitt til sjálfbærnimála og til uppbyggingar samfélagsins okkar. Þá er komið að því að tilnefna síðari heiðursborgar Reykjanesbæjar, en það er hún okkar Sólveig Þórðardóttir. Sólveig er fædd í Keflavík þann 1. október 1940. Hún bjó með eiginmanni sínu, Jónatani Björns Einarssyni, og börnum í Keflavík til ársins 1984 þegar henni snerist hugur og flutti yfir til Njarðvíkur. Sólveig lauk gagnfræðaprófi frá Flensborgarskólanum í Hafnarfirði árið 1974, ljósmæðranámi frá Ljósmæðraskóla Íslands árið 1978 og hjúkrun frá Nýja hjúkrunarskólanum árið 1981. Sólveig lauk einnig námi í hugrænni atferlismeðferð árið 2007. Sólveig starfaði áður við fiskvinnslu sem kaupakona í sveit, kokkur og síldabát og gangastúlka á sjúkrahúsi Keflavíkur á sínum yngri árum. Að loknu námi starfaði hún á fæðinga- og kvensjúkdómadeild sjúkrahúss Keflavíkur, þar af sem deildarstjóri frá 1982 til 1997, fyrir utan 1,5 ár þegar hún starfaði sem yfirljósmóðir fæðingarheimilis Reykjavíkur. Árið 1997 gerðist hún hjúkrunarforstjóri á heilsugæslu HSS í Grindavík en lét af því starfi árið 2008. Sólveig hefur unnið mikið af félagsstörfum og stjórnmálum á Suðurnesjum. Hún var stofnfélagi í Styrktarfélagi aldraðra á Suðurnesjum sem stofnað var árið 1974. Hún var einnig stofnfélagi Suðurnesjadeildar ljósmæðra og formaður þar 1977 til 82. Sólveig var félagi í Alþýðubandalagi Keflavíkur frá stofnun og leiddi N-lista félagshyggjufólks í Njarðvík árið 1990, sat í bæjarráði og var forseti bæjarstjórnar Njarðvíkurbæjar í aðdraganda sameiningar sveitarfélaga. Jafnrétti kynjanna hefur alla tíð verið Sólveigu hugleikið, ekki síst í tengslu við málefni nýorðinna foreldra, þar sem hún beitti sér sérstaklega fyrir auknum rétti feðra. Sólveig hefur skrifað bæði fræðsluefni og blaðagreina til að styrkja þessi fyrstu tengsl föður og barns. Einnig var hún hvatamaður að stofnun áhugafélags brjóstagjöf. Auk þessa hefur Sólveig verið ötull talsmaður uppbyggingar heilbrigðisþjónustu á Suðurnesjum og komið víða að í þeirri baráttu.
Sólveig Þórðardóttir hefur verið frumkvöðull í þjónustu við þungaðar konur, við fæðingarþjónustu og var framsýn á sínum tíma uppbyggingu í góðri heilbrigðisþjónustu á Suðurnesjum. Í gömlu blaðaviðtali við Sólveigu sagði hún árið 1986: Ég sem ljósmóðir hef sýn á ýmsum málum sem viðkemur ungu fólki og Suðurnesin sagði hún: Hér eru mörg ónýtt tækifæri, svo sem í ferðaþjónustu, heilsurækt og nýtingu á orkunni. Hér getur verið vagga iðnaðar í landinu. Til hamingju Sólveig og kæra þakkir fyrir framlag þitt í fæðingar- og heilbrigðisþjónustu og uppbyggingu á samfélaginu okkar. Þess ber einnig að geta að Sólveig er ástæðan fyrir að ég hér í dag, en hún tók á móti mér árið 1982, bara ef þið vildu vita það. Nú, að þessum liði loknum förum við hérna í myndatöku með heiðursborgurunum og bæjarstjórnum, en við ætlum að taka fyrst fyrir síðasta fundarlið dagskrár bæjarstjórnar, lið 11 sumarleyfi bæjarstjórnar. En bæjarstjórn fer með leyfi bæjarstjórnar sjálfrar í leyfi eftir fundin hér í dag fram til þriðjudagsins 20. ágúst. En fram að þeim tíma fer bæjar- og Reykjanesbæjar með fullnaðar ákvörðunarvald fyrir hönd bæjarstjórnar, fali bæjarstjórnin sjálf þeim það leyfi. Það er í samræmi við 35. grein laga nr. 138/2011 og 48. grein samþykktar stjórn Reykjanesbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar. Sé það hér samþykkt felur bæjarstjórn bæjarráði fullnaðar afgreiðslu mála á meðan að sumarleyfi bæjarstjórnar stendur yfir frá 12. júní til og með 14. ágúst. Næsti bæjarstjórnarfundur verður svo fyrirhugaður þriðjudaginn 20. ágúst í Merkinesi hér í Hljómahöll. Orðið laust sumarleyfi bæjarstjórnar. Það hefur enginn kvassi hljóðst. Þeir sem samþykkt geta heimilað sumarleyfi bæjarstjórnar vinsamlegast skefið merki og það samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú er formleg dagskrá bæjarstjórnar tæmd og fundargerð bæjarstjórnar verður rituð rafrænt. Forseti þakkar kærum gestum fyrir komin okkar hér í dag á 30 ára afmælishátíð Reykjanesbæjar. Við erum þó hvergi nærri hætt því hér á eftir klukkan 7 verðum við með hátíðartónleika hér upp á þaki og fyrir utan húsið. Nú forseti hvetur bæjarbúa og alla áhugasama að kynna sér dagskrá afmælishátíðarinnar á 30ara.is en skemmtilegi viðburðir eru skipulagðir út alla vikuna. Til hamingju kæru heiðursborgarar með tilnefninguna og til hamingju við öll með frábæra sveitarfélagi okkar, megi það vaxa og dafna ókomna tíð. Hér lýsi ég bæjarstjórnarfundi Reykjanesbæjar nr. 678 hér með slitið.